Seðlabankastjóri segist ítrekað hafa varað við þeirri stöðu sem nú uppkomin í íslensku fjármálalífi. Fyrir mörgum mánuðum hafi hann gert stjórnvöldum skýra grein fyrir þeirri hættu sem við blasti. Hann hvetur til rannsóknar á störfum Seðlabankans og óttast hann ekki. Seðlabankastjóri flutti erindi hér á morgunverðarfundi viðskiptaráðs. Þetta í fyrsta sinn sem Davíð Oddsson svarar þeirri gagnrýni sem á hann hefur dunið undanfarnar vikur. Og það var ljóst af orðum hans í dag að tími uppgjöranna hafinn. Margir vilja hafa forystu Seðlabankans í toppsætum á sökudólgalistanum. Og það magnað að bak við þann áróður allan standa meðal annars þeir sem mesta ábyrgð ber á því hversu illa tókst til. Hann ítrekkaði að bankaeftirlit hafi ekki verið á hendi Seðlabankans síðustu 10 árin. Fjármálaeftirlitið hafi haft víðtækar heimildir til rannsókna en Seðlabankinn engar. Þeir sem hafi kynnt undir árásir á Seðlabankan hafi litið framhjá þessu. Bankarnir sem fóru í þrot hafi haldið því fram upp á síðkastið að í raun hafi hlutirnir verið í bærilegu lagi en framganga stjórnvalda hafi leitt á í þrot. Þannig hefur myndin verið dregin upp, afbökuð mjög og í skötulíki. Að ljúga að öðrum ljótur vani, að ljúga sjálfum sér, hvers manns bani. Þá rifjaði Davíð upp og fór með ummæli og skrif rúmlega 1,5 ár aftur í tímann þar sem Seðlabankinn lýsti áhyggjum af stöðu og þróun íslenska bankakerfisins. Þörf væri á viðbúnaði. Á aðvörunar orðin hafi lítt verið hlustað og ekki eftir þeim farið. En fastar hafi verið kveðið að orði á lokuðum fundum Seðlabankans með fjármálaeftirlitinu, forsvarsmönnum bankana, ráðherrum og embættismönnum þar sem þungum áhyggjum hafi verið lýst. Þá hafi ítrekað verið fundað með formönnum stjórnarflokkana. Viðbrögð þessara aðila voru ekki óeðlileg. Þau voru oftast nær þau að í kjölfarið að fundi með bankastjórn Seðlabankans áttu þeir fundi með forystumönnum viðskiptabankana sem fullvissuðu ráðamenn að áhyggjur Seðlabankans verða minnst mjög ýktar, fjármögnun bankana verið góð út árið 2008 og nánast að fullu tryggð árið 2009. Fulltrúar Seðlabankans hafi átt fund í London í febrúar með æðstu yfirmönnum stærstu bankana sem mest viðskipti áttu við Ísland og matsfyrirtækjum. Þegar heim var komið hafi fulltrúarnir gert ráðamönnum skýra grein fyrir djúpum áhyggjum útlendingana af íslenska bankakerfinu. Það stefndi í hreinar ógöngur. Þetta í febrúar sem að Seðlabankinn les þessa skýrslu yfir forráðamönnum ríkisstjórnarinnar. Og það þýðir ekkert að segja að Seðlabankinn hafi ekki vitað hvernig staðan var og hafi ekki varað við henni. Þá krafðist Seðlabankastjóri ítarlegra rannsóknar á aðdraganda bankahrunsins og lagði til að erlendir sérfræðingar stæðu að þeirri vinnu. Seðlabankinn kvíðir ekki þeirri rannsókn. Verði niðurstaðan hins vegar sú að hann hafi brugðist, þarf engan bankastjóra að reka. Að minnst kosti ekki þann sem hér stendur, hann mun fara á nokkrar tafar og á nokkra eftirmála. Þá vék hann að viðfrægum ummælum sínum í Kastljósi og þeirra sem tengja þau við áhlaup Breta á íslenska banka og beitingu hryðjuverkalaga. En það merkilega að bresku yfirvöldin hafa aldrei haldið þessu fram. Aldrei minnst á það einasta orði. Þótt vita séð að bæði þeir Gordon Brown og Alice Darling séu miklir áhugamenn Kastljósið og horfa það nánast á hverju kvöldi. Ég hef engar áhyggjur þessu vegna þess að þegar málin verða rannsökuð þá hljóta fleiri samtöl að verða birt. Mér kunnugt efni þeirra og mér kunnugt hvað varð í raun til þess að Bretar gerðu það sem þeir gerðu. En ég mun fara nánar yfir þetta mál á öðrum vettvangi síðar. Davíð Oddsson vildi ekki svara spurningum fréttamanna að fundi loknum. Nú, ræða Davíðs Oddssonar hefur vakið mikil viðbrögð í dag. Við skulum byrja á að heyra hvað Geir Haarde forsætisráðherra sagði eftir ríkisstjórnarfundi í morgun. Við byrjum á Davíð og ræða hans. Hann talaði fund og ykkur hafi verið kynnt ástandið í febrúar og vitnað það til skýrslu. Við byrjum á því, þessi fundur átti hann sér stað. Já, við höfum auðvitað hitt seðlabankastjórana, ýmist formannin einan eða fleiri bankastjóra margoft á árinu. Og það alveg rétt að þeir hafa lýstu áhyggjum sínum á þessum fundum. Ég man nú samt ekki eftir því að þeir hafi lagt eitthvað ákveð til sem við urðum ekki við. Á fundum með bankastjórum hafi hins vegar verið gefin upp allt önnur mynd. Ég tel að Seðlabankinn hafi kannski verið með þeim fyrstu til þess að sjá hvert stefndi í þessum efnum. Já, eftir á að hyggja þá ég sammála því og ég tel að við hefðum ekki átt að gera þetta 1998.
en ég stóð að því þá ásamt öðrum í ríkisstjórn og þingliði þáverandi stjórnarflokka, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Þá hafi ætlunin verið að styrkja fjármálaeftirlitið en sennilega hefði verið betra að hafa kraftana sameinaða í einni stofnun og þá hjá Seðlabankanum. Og aðspurður hvort Davíð nyti ennþá trausts, sagði Geir. Já, það tel ég nú. Samfylkingin hélt þingflokksfundi í tvígang í dag. Að loknum þeim síðari ræddi Ingibjörg Sólrún Gísladóttir við fjölmiðla og virtist ekki sátt við ræðu Davíðs. Við vorum að ræða bara almennt stöðuna í efnahagsmálum og þau verkefni sem við stöndum andspænis núna þegar við fáum vonandi lánið frá IMF og mikilvægi þess að það sé traust og það sé samstaða á milli stjórnvalda og stjórnkerfisins og það bara það sem við hljótum að leggja áherslu á. Ræða Davíðs þá staðar í dag sem sagt. Já, það ákveðin vanhöld á því, ef svo má orðið komast. En Davíð virðist hafa verið að varpa ábyrgðinni svolítið yfir á stjórnvöld, segist ekki bera ábyrgð sjálfur. Það lítur að vera alltaf erfitt að sitja undir þessu fyrir ykkur. Já, ég ætla ekki að fara að nota tíma núna til þess að tróða illsakir við seðlabankastjóra og mér finnst að hann hefði nota dýrmætan tíma sinn hjá Viðskiptaráði Íslands til annarra hluta heldur en hann gerði í morgun og reyna að horfa svolítið fram á veginn og gera þjóðinni grein fyrir því hvernig hann ætlaði að vinna í Seðlabankanum af því meðal annars að fleyta krónunni og tryggja hér geti verið öflugur fjármálamarkaður í landinu og fjármálastöðugleiki sem auðvitað verkefni Seðlabankans. Össur Skarphéðinsson tók enn sterkar til orða og segir ábyrgðarhluta að hafa Seðlabankastjórnina óbreytta. Ég kannast ekki við það að Davíð Oddsson hafi nokkru sinni að minnst varað þennan ráðherra við eða sendt honum nokkrar skýrslur. Ég heldur að hafa komið erindi frá honum á fund ríkisstjórnarinnar, ég man ekki eftir því. Og það má spyrja hvað gengur seðlabankastjóra til að hafa svona mikilvæga skýrslu og að þér virðist halda henni leyndru fyrir öðrum ráðherrum og leggja hann ekki fram á ríkisstjórnarfundi. Ég líka ekki á því að mér finnst að Seðlabankinn hafi staðið sig afar illa og ég tel að það sé ábyrgðarhluti af þessari ríkisstjórn og forystu hennar að ætla sér að sigla í gegnum framhaldið á þessari kreppu með núverandi bankastjórn og núverandi banka algjörlega óbreyttan. Ég tel að Seðlabankinn hafi brugðið sín hlutverki. Fjármálaráðherra segir að stjórnvöld hafi farið að ráðum seðlabankastjóra í aðdraganda fjármálakreppunnar. Hann óskar eftir að seðlabankastjóri upplýsi hvers vegna Bretar beittu hryðjuverkalögum. Fjármálaráðherra segist ekki hafa vitneskju hvers vegna Bretar beittu hryðjuverkalögum gegn Landsbankanum og vill að seðlabankastjóri upplýsi sig málið hafi hann vitneskju það. Nei, ég veit það ekki og ég vildi gjarnan að Davíð upplýsti það. Ég hafi ekki átt neinn önnur samtölu við þessa aðila áður en að þetta var gert heldur en þau sem hafa komið fram og ef hann telur að ráðherrar eða við höfum haft einhver önnur samtöl sem ég veit ekki og þá vildi ég gjarnan vita þau. En ekki alvarlegt að hann hafi þá ekki komið þessari vitneskju á framfæri við ráðamenn þjóðarinnar? Ég veit ekki hvort að þetta var einhver vitneskja sem hann hafði fyrirfram eða hvort að þetta sem var á eftir, þannig að ég get ekki sagt það. Hann segir að stjórn Seðlabankans hafi varað stjórnvöld við þeirri alvarlegu stöðu sem bankakerfi var í fyrir fall bankana. Þau hafi hins vegar alfarið farið að ráðum seðlabankastjóra. Ég man ekki eftir því að það hafi verið neinar aðrar ráðleggingar einhverjar hluti sem að við ættum að gera sem að ekki var þá farið úti á þessari stundu. Stjórnarformaður fjármálaeftirlitsins og varaformaður bankaráðs Seðlabankans segir að ábyrgð á bankakreppinu fyrst og fremst liggja hjá stjórnendum bankana. Davíð Oddsson gerir því of lítið úr ábyrgð Seðlabankans. Stjórnarformaður fjármálaeftirlitsins undrast gagnrýni seðlabankastjóra á fjármálaeftirlitið. Og mér kemur það mjög á óvart að okkar samstarfsaðili skuli vega að starfseiðri fjármálaeftirlits manna með þessum hætti því að Seðlabankinn á og hefur átt 1-3 stjórnarmanna í eftirlitinu. Það eru reglulegi samráðsfundir milli Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins. Upplýsingaskipti eru þar samkvæmt gerðum samningum. En sinnti fjármálaeftirlitið eftirlitshlutverki sínu nægjanlega? Ég held að það sé óhætt að segja það. En hins vegar má kannski segja að grundvöllur eftirlitsins sé gallaður. Eftirlit fjármálaeftirlitsins beinist að fjárhag einstakara banka, ekki að kerfin í heild. Það er reyndar á ábyrgð Seðlabankans og stjórnvalda að fylgjast með því sem kalla mætti kerfislæg áhætta. Þarna er
okkar veila. En telur þú ábyrgð á bankakreppinu fyrst og fremst liggja hjá stjórnendum bankana? Alveg tvímælalaust. En hver þá ábyrgð fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans? Sameiginlega berum við náttúrulega ábyrgð á því að hafa ekki náð í gegn með þau varnaðarorð sem stöðugt voru uppi höfð.